Góðir gestir, þetta þátturinn Á tali hjá Hemma Gunn og hér kominn stjórnandi þáttarins, Hemmi Gunn. Góðir áhorfendur, landsmenn allir. Það var tilhlýðilegt að koma inn með stæl. Við ætlum að skemmta okkur saman í kvöld eins og endra nær, en þessi þáttur verður með sérstöku sniði. Hann verður tileinkaður söngvakeppni sjónvarpsins. Og í kvöld kemur í ljós hvað verður framlag okkar í úrslitum söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á Írlandi í vor. Sjónvarpið fékk 3 lagahöfunda til þess að semja jafnmörg lög og verða þau flutt í þessum þætti og þá mun dómnefnd, sérstaklega skipuð fólki sem tengt tónlist á einn eða annan hátt, velja sigurlagið. En góðir gestir mínir hér í sjónvarpssal eru nemendur úr Fjölbrautaskólanum Ármúla og þeir eru líklega með á nótunum. Þetta verður í lagi. Það er í góðu lagi. En það þarf auðvitað hljómsveitin á sínum stað, strákarnir Villi, Maggi, Ásgeir og Finnbogi. Og í kvöld hefur bæðist góður liðsauki þar sem eru frábæri tónlistamenn. Það eru Þórður Árnason, gítarleikari og Jón Kjell sem átti mitt sigurlagið í söngvakeppni sjónvarpsins í fyrra. Ég ætla að biðja ykkur að klappa fyrir þessum höfðingjum. En þá er komið að því að hefja leik og það er vel við hæfi að flytja syrpu af þekktum og jafnvel lögum eldri úr söngvakeppninni sem hafa ekki heyrst allt of mikið en eldast vel og ég ætla að fá 4 söngvara sem allir hafa tengst söngvakeppninni á liðnum árum. Þau eru Helga Möller, Erna Þórarinsdóttir, Eyjólfur Kristjánsson og Bjarni Arason. Þau ætla að flytja okkur syrpu sem Vilhjálmur okkar Guðjónsson útsetti og það er ekki eftir neina að bíða, við köllum þau bara fram á sviðið. Það er Erna, Helga, Eyjólfur og Bjarni. Gjörðu þið svo vel. Sveiflast aðeins ósjálfrátt.
óskrifaða náttúrunnar lag og líði ár og öll fara örlögin með völd og ráða sínum ráðum á réttri stund og stað. Að ótrúlega gerist enn í dag sem hvert andartak er tilviljunum háð. Ævintýri eitt getur öllum hlutum breytt. Maðurinn minn lifnar ekki við fyrr en eftir 2 og 3. Ég vel ekki svo sem lengur fyrir hann því hann lætur engan sjá. Heldur það enn að hann eigi einhvern séns í síðu in sweet 16 í romance. Ég hann mjúkur í meja fann som væri dans, lífið er línudans. Heldur það enn að hann eigi einhvern séns í síðu in sweet 16 í romance. Ég hann mjúkur í meja fann som væri dans, lífið er línudans, línudans. Ég man sumarnótt er allt var hljótt og mér hjá. Auga finna glóð, ólgandi blóð, brennheita þrá. Örvandi sem vín, ástarafl og tín. Ég man þegar þú varst mín. Kjarinn, ég heiti þín. Að vorið verðum við senn saman á ný. Kjarinn, ef bíður þú mín. Og ef þú elskar mig enn kem ég á leið til þín. Langan veginn fer, á leið til þín. Í völd og draumi er, á leið til þín. Í lífi mínu hér, á leið til þín. Ég tala mér, á leið til þín. Langan veginn fer, á leið til þín. Í völd og draumi er, á leið til þín. Í mínum huga hér, á leið til þín. Ég tala mér til þín. Já, þetta var sem er skemmtilegt og við þökkum þessum 4 frábæra söngurum kærlega fyrir. En í kvöld þá ætlum við að rifja upp svona liðin ár og þáttöku okkar í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva. Þetta er 9. árið sem við tökum þátt í þessari keppni og við ætlum að taka saman brot af þeim lögum sem að komist í 5 efstu sætin á liðnum 8 árum. Nú það er snillingurinn okkar Egill Eðvarðsson sem hefur klippt til þessi sýnishorn og við byrjum á því að kíkja á lögin sem hafa orðið í 5. sæti. Það sem ævintýri gerast og ég hitti þig. Skilja gleði þín og það tekur mig í hvert sinn. Hugsa ég þig.
Þetta voru sem sagt lögin sem að hafa lent hjá okkur í 5. sæti. En það má ekki gleyma blessuðum börnunum okkar þó að söngvakeppni sé í hávegum höfð. Nú við breytum örlítið út af venju með þeim, þessum elskum, og spurningin er, könnuðust þau við Gleðibankann? Gjörðu svo vel. Edda, veist þú hvað Gleðibankinn er? Nei. Manstu ekki það var lag í söngvakeppninni? Já. En varstu fædd þegar það var? Ég veit það ekki. 86. Ertu orðin 8 ára? Nei. Hvað ertu gömul? 4 ára. Á ég að kenna þig Gleðibankann? Já. Já, ef við þá að syngja saman. Já. Tíminn líður hratt Tíminn líður hratt á gerfinnatta öld. á gerfinnatta öld. Hraðar sér hver dag, Hraðar sér hver dag, hraðar sér hver kvöld. hraðar sér hvert kvöld. Ertu stundum hugsa Hugsandi öllu góðu miðunum. Þú tekur kannski mikið út úr Gleðibankanum. Hertu upp hugann þinn, nýttu allt í nút. Legðu bara út, tekur eftir. Syndir þína sem þú aldrei aldrei drífðir, friðir. syndir þínar sem Syndir þína aldrei friðir. sitt í þanganum. Sitt í þanganum. Útlensku tekki í Gleðibankanum. Þú skal syngja lítilega lífsgleðina sjálfi brostið þér. Og láttu heyrast það og eigi lítið gleði hús. Og þú lítilega sem gæti gripið þig og hvað sem er. Þú gætir jafnum inni í úru Jáns. Þú skal syngja lítilega lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu heyra þú eigir ennþá trú og von. Og þú lítilega sem gæti gripið mig og hvað sem er. Þú gætir vinni Júra og Jóns. Eru ekki fínar? Já. Ef við fórum létt með þetta, þú gætir jafnvel unnið hennar Júra og Jóns og allt í lagi með það. En mér hefur borist þetta glæsileg forkunnarfægur blómvöndur og ég má til með að sýna ykkur að hérna. Og það eru baráttu kveðjur til þín Hemmi frá nemendafélagi Fjölbrautaskólans í Ármúla. Takk fyrir! En hún spurði mig að þið hefði í loki hvort þið var ekki sæt og fín og þið eru það alltaf, elskuta mínar, alltaf sæt og fín. En það er komið að lögunum sem hafa vorið í 4. sæti hjá okkur, gjörðu þið svo vel. Þú ást er ein sem aldrei slítur. Þú ást er ein björt og rein. Dansum á raumasviði, með gleðjandi undirstuð. Gleðin með góðu stuði og gaman að vera til.
staðreynd að mörg af þessum lögum eru mjög góð og halda enn velli. En þetta voru lögin sem sagt sem hafa lent í fjórðasæti hjá okkur á liðnum 8 árum. Og fyrst við erum nú annað borð að rifja upp svona lögin sem komist í 5 efstu sætin, að þá er ekki úr vegi að rifja upp brot úr skemmtidagskrá þeirra stórsnjöllu spaugstofumanna sem skutu upp kollinum í söngvakeppni, oft þeirra síst skildi. Gjörðu svo vel. Já, ég vil þó taka það fram ennþá einu sinni að hér er verið að velja lag en ekki flytjendur. Alls ekki flytjendur. Það er ekki verið að velja flytjendur. Ég endurtek ekki. Jú, ég endurtek það víst. Það er ekki verið að velja flytjendur. Heyrðu það? Og þá er það 10. lagið. Það er lagið Ísland. Höfundar eru Gunnar Ragnarsson, Frostaskjóli 15 og Erlingur Finnsson, Hávallagötu 54. En þetta eru auðvitað bara dulnefni. Það eru stöðmenn sem flytja. En annars skiptir það engu máli því við erum ekki að velja flytjendur. Ekki! Kæra fjallkona fríð og nett, þú sem forðum varst hlaðin lofi, varst í aftasta sætin sett á seinni tíð. Útspungarnir á sínum stað og svona. Já, náttúrulega ekki á sínum upphaflega stað. Það er náttúrulega alveg ljótt. Þú veist reyna gestirnir að. Heyrðu, þú bara heldur þér í tryggi. Þú kannski kíkir að setja þér í guðni þegar þessi eru orðið eitthvað aðeins bumbult á spólunni. Já, komdu, kom til bæ. Já, komdu, kom til bæ. Þeir þeir. Bara. Nei, blessaðu dúlla mín, gaman að sjá þig hér. Kristján heiti Jónsson. Já, blessaður, gaman að hafa þig hérna. Það er ekki penning. Nú, ég kom með svona típisk blóm eða typical flower. Bara blóm og þetta og bara algjör óþarfið Kristján minn. Bara, er þið góði? Já, nei, þú sleppur ekkert svona billega, sko. Gerið það, strákar, látið ekki svo. Nei, þið erum orðnir góðkunningjar lögreglunar, þið verðið að taka út ykkar refsingum. Já, en þetta er svo ómannúðlegt. Já, það er alveg sama. Þið skulum þurfa að horfa á Eurovision, það sem tautar raular. Það er á einu við ykkur. Látið ekki svo. Kæra fjallkona fríð og nett, eitt sinn dagur grenn höfðin hvíti, en þú síðar varst röðurlegt, og ég og þig. Landið mitt, land skarphéðinn áður unnið. En elsku kallinn, komdu niður, við erum að horfa þarna á Eurovision og svona. Júra, hvað? Júra, það er svona sönglakeppni svona, Eurovision og svona. Já, þetta sér nú ykkur skítalykt og því, Ragnar minn. Já, nei. Alveg átt okkur að því, Ragnar. Já, nei, pabbi. Það er ekki massan á borðinu. Já, Ég fá meira. Einn fyrir Ingólfsfrænda og einn fyrir frænda. Ragnar átti ekki að auka ausa eitthvað stað. Já, augnablik. Ég bara botna ekkert í þessu, Kristján. Ég bara næ ekki Já, ríkisstjórn. það má við ræði svo. Þú lítur að fikta eitthvað í þessu. Já, passa, takk. Ég sem sagt bara, sorry, þú bara ítt á þennan típiska takkar hér sem sagt. Land sæmundum flóði sá, úr sjónum rísa og kölska á. Jæja, félaga, hvað segir þið? Það er ekki vel eitthvað partíð, sko? Alveg ljómandi. Það er nóg til að öllu hérna, sérst að Já. endilega smakka á þessu Pétur, vegna þess að það er ekki að... Já, nei, pabbi minn, elsku kallinn minn, þú er bara að drifið þig niður. Já, ég söpur Já, má ég kynna hérna, þetta er hann, faðir minn hérna, Konráð Reykjavík. Elmur minn, vinur minn, sérst. Pabbi, ekki vara svona alltaf yfir. Þetta er orðið ægilega pirrandi, pabbi. Jæja, Pilta, þið eruð að græja tækja og svona. Já, ég Það er síðan alveg ljóst að við komum til að missa af Eurovision með þessa áframhaldi, sko. Ég bara botna ekki í þessu, við bara náum Já, það er náttúrulega alltaf sama sagan Erlendur með þig og þína fjölskyldu. Þið eru náttúrulega ráðið ekkert við svona aftur þannig að... Hvað segir þið, hvað þessi með tækið? Og dumpaði það á svona? Nei, sko, kallinn minn, hann Erlendur, hann ræður við þetta. Hann er stórkostlegur. Já!
Já, þeir bregðast ekki Spaugstofustrákarnir og voru hann í góðum félagsskap norsku stelpmanna Bobby Sox. En það komið að lögum sem hafa orðið í 3. sæti á liðnum 8 árum í söngvakeppni sjónvarpsins. Gjörið svo vel. Mig dreymir, ég óska, en það engin stóð í því mér önnur hafa spunnið vel og fest mig honum í. Sem mér leið, og leið verði greið, að finnast þar til frambúðar. Mín ástúðum að, og hana vil ég gefa. Allt í kringum mig. Ég glúmast á ástæð fyrstu sín, þetta óskrifaða náttúrunnar blað. Á leið til þín, Það gjörbreytir lífi þínu að eignast barn. Að missa barn breytir lífi þínu enn meira. Aktu varlega og gættu öryggis barnanna í bílnum. Hönts pastasósur, alvöru kræsingar að ítölskum sið. Hönts, ekki bara tómatsósa, heldur fjölskylda af tómatvörum. Náttúran og fólkið sjálft það verðmætasta sem við eigum. Þessar 2 auðlindir þurfum við að leggja rækt við eigi okkur að takast að byggja það umhverfi sem við viljum lifa í. Skeljungur HF leggur sitt af mörkum með markvissum stuðningi við skógrækt og þúsundir Íslendinga sem stunda íþróttir og útiveru. Skeljungur leggur rækt við land og þjóð. Fyrst tekurðu beyglu úr frystinu, losar hana í sundur, ristar hana, skreytir með áleggi og borðar með bestu list. Svo tekurðu aðra beyglu úr frystinu, losar hana í sundur, ristar hana, skreytir með áleggi og borðar með bestu list. Samsölu bakari. Allar nánari upplýsingar frídaga í Reykjavík fást hjá ferðaskrifstofum og umboðsmönnum flugleiða allt land. Flugleiðir, þjóðbraut innanlands. Safnaðu 3 límiðum af SS svínapylsupökkum og sendu til okkar ásamt nafni og heimilisfangi. Við sendum þér skemmtilegan SS-bunna æl. SS, fremstir fyrir bragðið. Bílaleiku Silhouette. Strikamerki á 2 pökkum af Silhouette-umbindum geta gert þig að eiganda Ford Mondeo. Vertu með Silhouette frá Johnson & Johnson. Dregið 12. mars í beinni útsendingu á Bylgjunni. Eina sem þarf í Swissmiss heitt vatn. Það situr enginn einn að Swissmiss.
Já, og þá er rauðin komin aðalgesti mínu hér í kvöld. Hann hefur nú aldeilis komið við sögu söngvakeppninnar. Hann hefur einn tónlistarmanna, Sigurð tvívegis í keppninni og hann er hann löngu landsþekktur fyrir afrek sín. Tökum vel á móti Valgeiri Guðjónsssyni. Velkomin Valgeir. Það er ekki annars sagt en að fólkið taki vel á móti þér hérna. Er ástæða til annars? Nei, ég segi það. Valgeir, það er nú við hæfi að spyrja þig svona á þessari stundu. Hleypir þér ekki kapp í kinn þegar að svona söngvakeppni brestur á? Hefur einhvern tímann dottið í hugað hvað myndi gerast ef að viðmælandiðinn sem er sestur hér í sófann myndi ekki svara spurningunni sem þú spyrði hann? Nei. Og áhorfendurnir færa að gera eitthvað undarlegt. Þetta er það mikið. Það er að rekja. Já, svarið við spurningun er já. Hvers konar fiðringur? Ég veit ekki, einhvern tímann hefði hann kannski verið kallaður grái fiðringurinn. Þetta er bara svona unaðshrollur sem að byrjar í tánum og færir sér svo upp eftir skróknum. Já. Við skulum koma að víkja kannski að keppna á eftir vali. En er hægt að flæða úr dægulega brunni Valgeirs? Ertu búin að snúa baki við poppinu? Já og nei, ég hef ekki verið mikið á ferðinni á þeim vettvangi núna síðustu 3-4 árin. Ég hef svona lent í öðru og ég hef svo kannski ekki gleymt í hvernig ég fór að því og fer að því að búa til og ég sem mikið af tónlist í dag en það er kannski svolítið öðruvísi tónlist. Já, en þú ert ekkert hættur að semja þessar skemmtilegu dægurflugur sem þú gerðir mikið af og Nei, ég held að ég er bara býfið það böl að þurfa alltaf að vera að semja tónlist og það lætur mig ekkert í friði þannig að þó ég sé ekki að setja það sem sagt í umferð eða í loftið að þá sinni ég þessu alltaf. Þú sýndir á þér nýja hliðið mitt fyrir síðustu jól og skrifaði ljómandi skemmtilega skáldsögu. Er núna metnaðurinn að halla sér völl á því sviði? Skáldarsviðinu? Já, það var mjög skemmtileg reynsla að skrifa bókina, það var mjög lærdómsríkt fyrir mig. Nú ég hef fengið afskaplega hlýlegar og góða viðtökur og hún seldist ágætlega. Þannig að mér sýnist já að ég sé nauðbeygður. Já, ég er nauðbeygður til að reyna við það á nýjan leik. Þú skrifir meira og í bók í smíðum? Já, ég er aðeins byrjaður að klóra og mér hefur verið sagt að þetta sé, það sé engin vandi að skrifa fyrstu bókina en erfiðast að skrifa bók nr. 2 og ég er svona að fást við þá staðareynd núna. Nú þá er ég semst að fást við, þegar núna Valgeir Guðjónsson skáld. Nú hefur það verið lenska að það hefur gengið stundum erfilega fyrir poppara, sem við notum það orð, að láta taka sig alvarlega einhverja hluta vegna. Hvað segir þú um þetta? Já, ég finn nú ekki fyrir því. Þó að kannski megi segja sem svo að menn eru voðalega tilbúnir að líta á popmúsík, það að skemmta fólki sem eitthvað afskaplega léttvægt. Ég man eftir einhvern tímann var ég að spila fyrir fólk út á landi og það tókst nánast óvenju vel. Það var mikið hlegið og sungið og sem sagt gaman og ég kem á bakvið og þarna í eldhúsinu einhver maður svona og hann sem sagt kemur til mín svona brosmildur og sagði rosalega ert alltaf vitlaus. Og það er kannski alveg rétt hjá honum. Kannski þarf maður að vera voðalega vitlaus til þess að skemmta fólki en það vantar þá fleiri vitleysingi í þetta þjóðfélagi. En segð mér nú, þú leggur gjörva hönd á margt og hvað hefur verið að sýsla undanfarið annað en að skrifa þessa ágætu bók? Það er eitt og annað. Ég hef sem sagt að byrjaði sem sagt á því að ég sigldi með víkingaskipi til Orkneyja með Gæju. Upp úr því gerði ég plötu með honum Eyþóri Gunnarsinni og við fengum samning í Bandaríkjunum útgáfu af þeirri plötu og einum 7 í viðbót. Og þetta var til þess að ég fór að vinna við gerð
bandarískra sjónvarpsþátta sem að, já, mér sýnist að stefni í að verða svo allra mesta landkynning sem að Íslendingar hafa nokkuð tímann tekið þátt í. Þar sem þetta eru þættir, 15 þættir sem verða sýndir á 300 stöðum, alltaf 4 sinnum, og þegar upp verður staðið verður búið að sýna myndir frá Íslandi víðsvegar Bandaríkin í 38 sólarhringa samfleytt. Og eru ekki menn keyptir til að taka þátt í þessu? Já, sumir sjá ljósið. Ríkisstjórn Íslands, hún var nokkuð fljót að sjá að þetta veri gott mál og setti í þetta pening og styrkti þetta. Ég hef verið að vinna því að telja mönnum trúum að þetta sé mál málanna og það hefur gengið ágætlega, en ég á eftir að sannfæra nokkur lykilfyrirtæki að þetta sé stór mál. Þetta er sko slíkt stór mál fyrir okkur Íslendinga að notfæra okkur þetta. Þetta eru þættir Norðurlöndin og það að við getum kynnt okkur sem sagt eina hinna 5 Norðurlandaþjóða sem að hafa mjög sterka ímynd þarna fyrir vestan gulls í gildi. Þú sem sagt að selja landið úr landi? Ég er að selja landið úr landi, ef þú segir það þannig, já. Það er ekki það sem við þurfum að fara að gera, þess alltaf sagt að við séum alltaf að kaupa, en ég er sem sagt að reyna að selja. Ég var í vandræðum áðan þegar ég var að kynna þig, því að ég veit að þú komið víða við Valgeir, hvernig ég ætti að kynna þig, og ertu til dæmis listamaður? Hvað er listamaður? Það er sennilega eitthvað ofnotaðasta hugtak tungunar, listamaður. Ég held að ég get ekki sagt ég er listamaður, það er einhvers annars að segja það. Ég sem sagt held að listamaður er sá maður sem getur hreyft við fólki, fengið það til að gráta, fengið það til að hlæja, ekki bara meðan á því stendur, heldur að það sitji eitthvað eftir. Ég hef sem sagt, það hafa komið til mín gamlar konur og sagt við mig þakka þið fyrir lagið þarna árið. Þá finnst mér ég vera listamaður. En mér leið kannski ekkert eins og listamanni þegar hann sagði við mig þarna að djöfull er alltaf vitlaus. Við höldum áfram að hafa þetta teygjanlegt. Ég ákvað það Valgeir að vera ekki að pína því hingað upp á svið. Ja, það var fallega gert. Já, fallega gert. Hins vegar ætlum við núna að brjóta þetta upp og það eru rúm 30 ár síðan að söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva var sett á laggirnar og ýmsir hafa neikvæðar skoðanir á þessari keppni sem gengur og gerist, en hins vegar skipta áhorfendur á úrslitakvöldi allt 100 milljóna og margir hafa notað þessa keppni sem stökkbretti til heimsfræðar og nægir þar að nefna til dæmis ABBA og fleiri. Og nú sumir segja að þetta sé umbúnaðurinn, umbúðurnar séu svo þurfa að vera gervi, en einmitt dæmi þetta einfaldleikan, góðan söng og gott lag var þegar Dana frá Írlandi sló í gegn. Og ég ætla að fá unga stúlku sem hefur nú aldrei komið sögu söngvakeppninnar, frábær söngkona, Guðrúnu Gunnarsdóttur, til að rifja upp lag Dönu, All Kind of Everything. Gjörðu svo vel! Guðrún! Snowdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the seas, whistling wells, wedding bells, early morning dew, all kinds of everything reminds me of you. Sleigh boats and aeroplanes, things of the sky, winds that goes howling, breezes
reminds me of you. Góð söngkona Guðrún og gott lag. Já, Írar eru miklu söngmenn. Já, og oft fara með sigur og hólfa einmitt í þessari keppni. Það er mikið, það er meira en við höfum gert. Já, það kemur að því. Ef við tökum okkur ekki svona hátíðlega eins og við gerum oft með þessa keppni, það er gaman að þessu. Valgeir, að þér sjálfum aftur og tónlistar þínum langa og farsæla tónlistarferli, hvað stendur upp úr, finnst þér, eftirminnilegast svona ef hægt að taka eitthvað út úr? Já, það er nú svo sem nokkuð stór spurning og það má kannski, ég get svona, ef ég einfalda máli get ég skipt þessu tímabili í lífi mínu í kannski 4 hluta. Það eru stuðmenn, það eru spilverkið, það er sá tími sem að ég hef verið einn og síðan þetta tímabil sem nú er hafið sem að við getum kennt við Gaia og þessi samningur okkar Eyþórs Gunnarssonar í Vesturheimi sem að er mjög spennandi. Hann er kannski efst í huga mér akkurat þessa stundina en ef ég horfi tilbaka þá finnst mér ég geta svona borið höfuðið nokkuð hátt og verið sáttur við það sem ég hef gert. Mér finnst mikið af þessari tónlist eldast prýðilega sem að er góð tilfinning ef þú horfið tilbaka því að ég til dæmis var aldrei í miklum hælaskum og þeir eldust illa og fór út því sko. Ég segi það. Jú, síða hárið. En reynsla þín af söngvakeppninni sem að þessi þáttur er nú til einhverjar. Já. Hver er hún? Hún er beggja blands. Hún, sem sagt, ég hef tekið eða sent inn lag þrisvar í fyrstu keppnina og síðan þá vann lag eftir mig annað árið og það var náttúrulega voðalega skemmtilegt ævintýri, þetta hægt og hljótt ævintýri allt. Síðan má kannski segja að svo var ég valinn í skoðanakönnun til að gera lag. Það var sem sagt send út skoðanakönnun og valdir nokkrir menn til að gera lag og ég var í þeim hópi og ég hafði ekkert voðalega mikinn áhuga á því en var svona svolítið stillt upp við vegg og var nú formaður í stéttarfélagi höfunda á þessum tíma og svona var það sína lit en við hjónin áttum von á barni og þetta svona fjall engan veginn inn í það sem að ég þóttist að gera þá daga og það er svona til að gera langa sögu stutt að þá fórum við og kræktum í nullið. Já. Og Norðmenn buðu mig velkomin í nullklúbbinn. Já, þú minnist á þetta Valgeir, mitt 0 og kröfurnar sem við Íslendingar erum að gera á dómhörkuna hún ekki nokkuð mikil? Mér finnst hún bara algjörlega út í loftið að ef við berum, við getum tekið núna eins og nú standi yfir ólympíuleikar og við sko erum alveg snillingar í að gera grína þessum krökkum okkar sem að fara þarna út og er að etja kappi við sko atvinnufólk alveg frá A til Ö og sko að bera saman þær aðstæður sem að þetta fólk býr við er náttúrulega alveg út í loftið og sama má kannski segja með þessi lög okkar hérna, við komum hér, við erum útnára þjóð, komum og syngjum á skrýtnu tungumáli lög sem okkur þykja skemmtileg og það er engin ástæða til að ætla einhverju Mið-Evrópuþjóðum að liggja killi flötum fyrir þessum lögum okkar. Og kannski engin ástæða til? Nei, það finnst mér ekki. Okkur finnast lögin góð og það á alveg að nægja okkur og þetta er engin íþróttakeppni. En fannst þér Valgeir, persónuleg spurning, fannst þér Íslendingar eða fólk snúa baki við þér eftir 0 árangurinn þarna? Eða, já, reynslu? Ég fann fyrir því og það er auðvitað sárt. Ég hafði átt mikilli velgengni að fagna og ég fann fyrir því að það var svona svolítið eins og ég væri með mislingana og það sem sagt stóð yfir í talsverðan tíma. Það er svo erfitt ef þú dettur úr tísku. Það er svolítið erfitt að komast í tísku aftur og ég tók það ákvörðun að reyna það ekki, snúa mér að öðru og ég sem sagt, já, hef siglt inn á önnur mið og er bara farin að veiða annan fisk. Farið létt með það. Þetta er gott dæmi dómhörkuna og það sem að við erum oft að krefjast af okkar fólki. Ég held það. Vettvangi.
En nú er lýðveldishátíðarár, kvæði í kross, og sumir hafa verið nefnt það, bæði mig og maður hefur heyrt þetta, að það var í löngu orðið tímabært að skipta þjóðsöng. Þetta er nú heilagt mál væntanlega, en hvert er þitt álit á því? Við eigum gullfallega þjóðsöng, en það er sem sagt, hann er með þeim annmörkum að hann er nánast ósyngjandi fyrir venjulegt fólk. Og ég sakna þess sjálfur að geta ekki sungið þjóðsöng. Ég þekki Norðmenn og ég þekki Svíja sem að bresta í háværan söng leið og þjóðsöngurinn byrjar og það er stemning. Og hann einmitt komst svolítið, skondið orðan Ólafur Schram hjá handboltasambandinu daginn þegar hann reiknaði það út að þjóðsöngurinn er 4:57 í löglegri útgáfu og það sem sagt 70 landsleikjum síðar, sagði hann, maður búið að spila íslenska þjóðsöngin í 2,5 klukkutíma undan landsleikjum á meðan liðin stirðnuðu upp. Og enginn gat sungið með? Nei, það er hvaða lag sérðu, hvaða tegunda lagi sérðu fyrir þessum þjóðsöng? Það efast enginn að þjóðsöngurinn okkar er fallegur, en fólk verður að geta sungið hann og tekið undir. Til dæmis Hver á sér fegra föðurland. Við eigum nokkur lög sem að þjóðin kann og þjóðin syngur. Og ég er þeirrar skoðunar að þjóð eigi að geta sungið þjóðsönginn sinn. Og ég held að hann verði fólkinu mikilvægastur á þann hátt því að allir elska að syngja og það að geta ekki sungið þjóðsönginn nema í flókinni útsetningu fyrir blandaðan kór eða kallakór með hetjutenórum, það er ekki nógu gott. Það er ekki málið. Ég veit að þú ert lærður félagsráðgjafi, konan er námsráðgjafandi, þetta er voða ráð og góð fjölskylda. Já, konan mín er nú kannski meira í því að gefa ráðin en ég þessar mundir. Hún er forstöðumaður við námsráðgjöf Háskóla Íslands og liðsinnir þar þúsundum manna og kvenna á hverju ári. Ég hins vegar er hennar einkaráðgjafi. Það er ekki tónlega. Ég veit að, Valli, úr Víkingskverfinu þar sem þú ert uppalinn, að þá ætlaður aldrei að verða tónlistarmaður, þú ætlaður því síður að vera rithöfundur. Hvað ætlaður að verða þegar þú verið stór? Ég ól mér nú draum lengi vel það að verða afreksmaður í íþróttum. Ég held ég geti viðurkennt það hér fyrst að svona fáir eru að hlusta. Ég, sem sagt, frændi minn Vilhjálmur Einarsson, þegar ég var 4 ára gamall stökk hann sitt fræga þrístökk í Melbourne og ég náttúrulega það markaði djúpspor í barnsáluna. Ég ólst upp inn í Smáaböðahverfi í næstu götu við þig. En síðan gerðist atvik, ég hef kannski verið 10-11 ára gamall og sem að kannski varð til þess að breyta þessu lífslaupi mínu. Þannig var að ég var að labba við Víkingsvöllinu og þá voru einhverjir strákar sem voru að spila fótbolta. Ég var að fara að gera eitthvað annað þessu okkur vantar hérna mann í lið og ég sagði nei, ég hef ekki tíma til þess. Jú, gerðu það. Og þeir keyptu mig til að spila með sér. Og ég fekk 5 sveskjur. Og þá var ég orðinn hálf atvinnumaður. Og ég óttaðist það í árum saman að þetta myndi komast upp ef ég færi á Ólympíuleika og ég yrði dæmdur úr leik fyrir sem sagt að hlýta ekki reglum áhugamennsku. Þannig ég sneri mér á öðru. Sveskjurnar eru Valgeir að falli. Þakkar innlega fyrir komuna og gangi ég vel. Fjölhæfur strákur Valgeir og hefur svo sannarlega komið sögu í söngvakeppninni en það er komið að því að við leitum á náður spaugstofumanna með smá grín í léttum anda. Það er vel við hæfi, gjörðu svo vel. Sigurður, blessaður, Pétur hérna. Herðu, veistu hvað er í ríkissjónvarpinu í kvöld? Þú ert ekki að horfa? Eurovision. Já, þú veist að þetta er einhvern vinsælasta sjónvarpsefni sem boðið upp á. Ég veit það og svo er ég að fara í bað. Og þeir baka okkur gjörsamlega í samkeppninni með þessu áframhaldi. Það er náttúrulega því hægt að vera að hringja maður á þessum tíma og sólar. Já, Pétur, já, blessaður, elsku kallið minn. Já, Eurovision, sko. Já, nei, Pétur, sko, við skulum átta okkur á því. Það er náttúrulega bölvuð skítalykt á tímáli, sko. Kemur eitthvað meira stöð eins og skott. Pétur, er þetta alveg bráðnauðsynlegt? Málin standa sem sagt svona. Við höfum rétt tæpan hálftíma til að semja Eurovision-lag, æfa dans- og hljóðfæraleik, hanna búninga,
komast inn í keppnina, slá í gegn og skjóta ríkissjónvarpinu rep fyrir rass. Hverjir eru fremstir í röðinni? Strákarnir á stöðinni. Tjú, tjú og trallala. Fyrst á réttunni, svo á röngunni. Tjú, tjú, trallala. Hvað er þetta? Hvað kýta mig hérna? Ég heldur að vinna aðeins með í þessu. Já. Bumba, 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 take back everything down the hall. Nej. Och musik då. Och 3, 4. 1, 2, 3. Och retur. 1, 2, Ó vei og nú hættir þú. Ó hei og hana nú. Ó nei, ó jú, ó svei, kom þér í lag. Hvert sem við stefnum, þá stefnum við hátt. Stífum út úr nefa bæði soðið og rák. Hræstum og þenjum rattanna bönd, svo rembingur berist á Íslands strönd. Til 16. sæti stefnum við skulum ekki missa því. Nei eða já, hluta mér frá, sækjum við enn við sama farið, eins og í Waterloo. Látum nú steika sköpuðu. Ég og þú tölum ekki þá sem töpuðu. Þetta Eurovision lag. Þetta Eurovision lag. Þetta alveg típist Eurovision lag. Nei eða já, beint eða á ská, reynum að stæla rétta stílinn. Húppa, húlle, 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 húppa, húppa, húlle, húlle, húppa, hægri, vinstri, hægri, snú. Og húppa, húlle, húlle, húppa, húppa, húlle, húlle, húppa, húlle, hú, og hana nú. Nei eða já, segðu mér frá, finnst þér þú hafa heitað áður, gerðu svarað því og sagt því, svarað því og sagt því, svarað því og sagt því, Alveg típist Eurovision lag. Já, þetta voru Spaugstofustrákarnir og þeir í banastuði sem fyrr og bregðast okkur ekki. En þá er röðin komin að rifja upp brot af þeim lögum sem hafa orðið í öðru sæti í söngvakeppninu undanfarin 8 ár. Gjörðu svo vel. Og lífið léttara. Engin sorg alls út í gleðin skal út í einföldu la-la-la. Að bjartari framtíð, friði og kærleik á jörð. Eins og skot ef þú kalla, eins og skot þá ég kem, eins og skot ef þú bjargar, eins og skot, eins og skot, eins og skot. Sem við syngjum saman för, dag eftir dag. Þú og ég, framtíðinni göngum för, sama veg. Söngvarnir getur sungið og við sögur alla heim. Allur heimur varum við í litla borðum. Karen, Karen, er vi
Vera mjúkur í meyjabans og mæli dans, dans, lífið er línudans. Já, þetta voru brot af lögunum sem að við hafa orðið í öðru sæti og þá reyndar röðin komin á loftkastalanum en áður en við smellum okkur í þann leik að þá rétt að geta þess að Elsa Nílsen, badmintonmeistari, safnaði í síðasta loftkastala 120.000 krónur sem runnu til hjarta- og æðaverndarfélagsins á Akureyri og það var Skandia HF sem að lagði okkur til peninga þá. En hér var mér að berast blómvöndur og þetta allt að fyllast hér á blómum, glæsilegu blómvöndur og eftirfarandi það sem þökkum innilega veittan fjárstuðning frá Skandia HF. Hér með eru þér og forstjóri Skandia boðnir í skoðun hjá HL stöðinni Bjarg í Akureyri eða í Hjartavernd í Reykjavík. Kæra kveður, Hjarta- og æðaverndarfélag Akureyrar og nágrennis. Takk fyrir kærlega. Og ég skelli mér í skoðun. En það komið á loftkastalanum að þessu sinni og auðvitað Guðný Dannevaldsdóttir okkar manneskja til í slaginn og að þessu sinni það olíufélagið HF Esso sem ætlar að leggja okkur til fjármuni. Já, ekki vera að flauta á hana strákar, þetta bannað. Og fulltrúi Esso hingað kominn, Jón Ari Eyþórsson, gjörðu svo vel. Þannig blessaður og velkomin. Jæja, það olíufélagið, það ekki, sem allar er með? Olíufélagið svo, jú. Og þú ert bara í búningnum? Jú, ég er í búningnum, bara eins og ég er að afgreiða. Já, hvað ekkert forstjóri eða það? Nei, ég er afgreiðslumaður Esso Skógasil. Já, verður þið allir í svona búningum? Já. Já, skemmtilegt, þetta eru skemmtilegi litir, valsliturinn. Já, það er mitt að góða. Og það er ánægilegt að þið ætli að leggja góðu líknarfélagi liði í kvöld. Og okkur er sönn ánægja að fá að leggja þetta fram. Já. Olíufélagið og Esso. Og ég er svona þeirra maður hér í kvöld. Já. Afgreiðslumanna og bensínafgreiðslumanna í... Sem er í beinu samantöðu fólki í landinu. Já. Og þá bara ertu með einhverja pappíra? Já. Og hvað ætlaði að leggja mikið? Alltaf 200.000. Alltaf 200.000 krónur. Við bara gefum Jóni og Esso bara gott klapp. Takk fyrir. Hæ, Guðni mín. Jæja, Hemmi. Nú ert þú alltaf... Nú er spennan að hlaðast upp fyrir lögin. Rosalega. Já. Þú ert mjög fróður maður, er það ekki? Alveg sérstaklega. Eurovision. Bróðir Ara fróða. Er það ekki? Nei. Veist þú, manst þú hvaða ár Íslendingar tóku fyrst þátt í Eurovision keppninni? Manstu það? Já, ég er búinn að fylgjast alveg með spenntur. 86, þá vorum við með fyrstskjöld. Manstu búningin sem ég kom í? Gleðibankið, þú varst í. Ég var í búningi Þú var svo mikið Helga Möller, ég sá. Ég var ekki fín. Jú, æðislega. Rosalega fín. Þeir hafa ekkert elst, Eiríkur og Pálmi. Nei, þeir voru svolítið lágvaxnir. Já, lágvaxnir og yngjast upp greinilega. Jæja, en hvern ætlar að fá í loftkastalann okkar? Gestur loftkastalans í kvöld, hún náttúrulega er eina af okkar vinsælustu dægulega söngkonum, mjög vinsæl og hefur slegið í gegn oft á tíðum hérna í gegnum árin. Já. Hún tók þátt í Eurovision og lenti í 4. sæti árið 1990 í Zagreb. Og þar keppti hún með honum Grétari Örvarsyni og þau sungu lagið Eitt lag enn. Við skulum bjóða velkomna Sigríði Beinteins. Sigga Beinteins! Jæja, Sigga. Nú það bara stöðu fagnaðarlæti. Svona vinsælir. Það nú vel við hæfi að fá þig til loftkastalann og lifir ekki enn í minningunum þegar þið lentu í fjórðarsæti? Jú. Það er skemmtilegt. Þetta var æðislega gaman að Þú gera þetta. í rauðakjólnum með þetta. Rosalega sæt af þig. Meiri áttar. Og þú ert á fullri ferð í dag og bara með nýja hljómsveit Já. og þá ertu náttúrulega í góðri æfingu sem maður veitir ekki af því að nú ætlar að leggja góðum alveg lið. Já, ég ætla að gera það. Sigga, nú treysti ég á þig og inn í Fylgja mér inn í loftkastalann, fylgja Sigríður Guðni og Beinteins-dóttir, nú skulum við gjörðu svo hvetja vel. Siggu Beinteins sem hefur verið stolt okkar í söngvakeppninni. Nei, Sigríður, nú munum peningarnir byrja að þyrlast upp og þú mátt ekki byrja fyrir að gefa merki. Sigga, og bara byrja. Og byrja, nú klappum við. Gott, líknarfélag.
hvetja hana bara. Og það bara hirða allt úr kassanum. Hérna. Og hvað á að gera? Viltu á hjálpinni, pokan, kláran? Heyrðu, þú vilt ekki hætta. Heyrðu! Sigga mig út að koma út. Hún að svindla. Það allt til að svindla öllítið, við erum svo góðu skapið hérna. Nei, þú ert bara svo mikið keppnismanniski. Eitthvað, byttu nú við og... Fáta peningar inn á ný. Og síðan bara hérna. Ég var að missa hringana mína. Ég sé það. Þannig að þú er bara verið að bjarga þessu fyrir. Hérna eru byttu, svo tökum við þetta bara, hreinsum þetta og eftir. Þetta eru peningar sem hún safnaði. Þetta er flott. Heyrðu, Sigga, það byrðum að hérna draga út tökum þetta bara saman. 100 líknarfélög sem eru í skáli. Já, við tökum þetta bara eftir. Ég skal fara í þetta bara málið strax. Við erum að draga eitt af þessum líknarfélögum. Eitt hérna. Og það er líknarfélag sem dreifum en síðan fá peningana að gjöf. Þess að þú nú ná að safna miklu sig. Það er ekki? Jú, þú hefur staðið vel. Ég hugsa það. Og það er Öldrunaráð Íslands gagnavegi sem að hlaut peningana að gjöf. Öldrunaráð Íslands! Takk að þér. Já, það er bara að telja. Skellið ykkur í það. Þolfimi frá Íslandi. Lamella frá Finnlandi. Lamella parkett, gólflist frá Finnlandi. Bíkó, húsasmiðjan og byggingavöruverslanir land allt. Snapjaks. Já, löggan mæli með því. Snapjaks. Já, krakkandi mæla með því. Snapjaks. Og þessi mæli líka með því. Snapjaks. Og þau bæði mæla með því, sko, og hann líka þessi. Snapjaks, hafrageks. Vá, það mæli allt með því. Snapjaks. Allar nánari upplýsingar frídaga í Reykjavík fást hjá ferðaskrifstofum og umboðsmönnum flugleiða allt land. Flugleiðir, þjóðbraut innanlands. Samsölubakari kynnir uppskriftasamkeppnina landsins bestu brauðrétti. Takk. Hér eru bakarabrauð og stórsamlokubrauð í aðalhlutverki því að gæðabrauð bjóða upp á mikla möguleiki í matargerð og ég er viss að fólk lumar á uppskriftum sem eiga skilið að fá verðlaun og hér er formaður dómnefndar mættur bragðlaukurinn Sigurður L. Hall. Sigurður, kanntu brauð að baka? Já, og líka matilúgu brauði, en það getur verið spennandi uppistæða í ótal réttum. Notið nú hugmyndaflugið og sendið inn uppskrift þar sem að brauð frá Samsölubakari kemur við sögu. Því að þetta verður skemmtilegt. Sendu uppskrift til gestgjafans fyrir 10. mars merkt landsins bestu brauðréttir. Nánari upplýsingar eru í gestgjafanum. Samsölubakaríið bakar brauðið þitt. Það gjörbreytir lífi þínu að eignast barn. Að missa barn breytir lífi þínu enn meira. Aktu varlega og gættu öryggis barnanna í bílnum. Úrval Visa greiðslukorta til allra þarfa og nú Visa Electron. Nýtt fjölnota þjónustukort tengt bankareikningi. Ekkert kemur í stað Visa. Visa Electron, rafrænt debitkort. Rétta kortið fyrir þig. Að vegum með þér losta, kveiki fönn heitan þosta, alveg sinnsamlega svart, þú nýtur þess 1000-falt. Þetta er alveg kókó, og þú ert alveg kókó, og þú ert
Jæja, þá stóra stundin runnin upp. Þá komið að því að kynna þau 3 lög sem að keppa til úrslita í söngvakeppni Sjónvarpsins 1994 og sigurlagið verður framlag okkar í úrslitum söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva í Dyflinni í vor. Og til þess að vera nú ekki, okkur náttúrulega ekki setur á boðið, en dómnefndinni mikill vandi á höndum og ég vil nú biðja dómnefndina undir stjórn oddvita dómnefndar Styrmir Sigurðssonar að ganga í salinn og þið klappið fyrir dómnefnd. En mikill vandi á höndum. Það eru Styrmir Sigurðsson, Björgvin Halldórsson, Eyþór Arnalds, Margrét Örnólfsdóttir, Dóreit Hagufúsar, Lárus Grímsson og Jóhanna Þórhallsdóttir, Helena Eyjólfsdóttir og Geirmundur Valtýsson. Og fríður og föngulegur hópur sem hér komin í sjónvarpssal til að velja sigurlagið sem verður framlag okkar í vor. Og eins og ég nefndi áðan að þá dómnefndinni vissulega vandi á höndum því að hér á ferðinni 3 mjög frambærileg lög. Og þá bara komið að fyrsta laginu. Við nefnum höfundalagana með því dulnefni sem að þeir sendu inn. En höfundur fyrsta lagsins sem að nefnist Nætur nefnir sig E. Níelsen. Nú flytjandi Sigrún Eva Ármannsdóttir og henni til aðstoðar eru Cecilia Magnúsdóttir, Hrafnhildur Björnsdóttir og Berglind Jónsdóttir. Fyrsta lagið, Sigrún Eva Ármannsdóttir, gjörið svo vel. Alveg í stopp.
Þetta var fyrsta lagið af þremur, lagið Nætur eftir E. Nilsen og það var Sigrún Eva Ármannsdóttir sem að flutti. Nú, ég glemdi að geta þess áðan, það er rétt að höfundur sigurlagsins fær veglega peningaupphæð í verðlaun og auk þess glæsilega grip sem að listakonan Brynhildur Þorgeirsdóttir hefur sérstaklega gert fyrir okkur og sjáum við nú hér mynd af þessum glæsilega grip. En röðin er komin, það er til mikils að vinna, röðin er komin að öðru lagi í kvöld og það er lag sem nefnist Indæla jörð og höfundurinn kýs að nefna sig, viðstofastur núna, lag og texti. Flytjendur eru Þóranna K. Jónbjörnsdóttir og Elvar Aðalsteinsson en þeim til aðstóðar eru Eyjólfur Kristjánsson, Erna Þorreinsdóttir og Jóhann Helgason. Þóranna og Elvar, gjörðu svo vel. sál, hvert eitt lifir ævi undur nauma, örsmátt sprek á tímans bál. Hvað verður gert með góðum vilja, grætur sál sem við veittum þér. Þitt líf okkur ætlað er að skilja, þinnandi býr í brjósti mér. Og þú indæla jörð, heiðar og grænan völl, í þínum vörmum sefur heimsfriðar. Þú gefur mér brauð og börnum mínum skjól, og baðar hvers strá í himinsins sól. Og þú indæla jörð, mín jörð. Hvað verður gert með góðum vilja, grætur sál sem við veittum þér. Þitt líf okkur ætlað er að skilja, þinnandi býr í brjósti mér. Og þú indæla jörð, heiðar og grænan völl, í þínum vörmum sefur heimsfriðar. Þú gefur mér brauð og börnum mínum skjól, og baðar hvers strá í himinsins sól. Og þú indæla jörð, heiðar og grænan völl, í þínum vörmum sefur heimsfriðar. Þú gefur mér brauð og börnum mínum skjól, og baðar hvers strá í himinsins sól. Og þú indæla jörð, mín jörð. Og þú indæla jörð, mín jörð. Þetta var annað lagið hjá okkur í kvöld og sem að af þremur sem að keppa til úrslita og það var Þóranna Jónbjörnsdóttir og Elvar Aðalsteinsson sem fluttu lagið Indæla jörð eftir höfundinn sem kýs að kalla sig ennþá lag og texta. En Guðný er komin hingað í sófann og áður en við fáum þriðja lagið þá er rétt að fá tölur. Já, Sigríður Beinteinsdóttir, hún náði saman hvorki meira nei minna en 147.500 og það er Öldrunarráð Íslands. Öldrunarráð Íslands 147.500. Alveg glæsilegur árangur. Öldrunarráðið á ári fjölskyldunar fær þarna 147.500 frá Sigríði Beinteins sem að var einmitt
í Zagreb 1990 ef ég man rétt og í 4. sæti með Grétari. En þá komið að 3. laginu og það nefnist einfallega Stopp. Og höfundur kýsa ennþá að nefna sig 7. janúar. Flytjandi Anna Mjöll Ólafsdóttir, henni til aðstoðar Eyjólfur Kristjánsson, Hrafnhildur Björnsdóttir og Cecilia Magnúsdóttir og auk þess ásláttar hljóðfæraleikari hér, Þórarinn Kristjánsson. En við köllum fram Önnu Mjöll Ólafsdóttur. Já. Það er góð lag. Þetta var lagið Stopp eftir 7. janúar, flytjandi Anna Mjöll Ólafsdóttir. Þá höfum við, áhorfendur góðir og landsmenn, allir, fengið að sjá þau 3 lög sem keppa til úrslita í söngvakeppni Sjónvarpsins 1994. Og vafalaust eru þið á sama máli og ég þegar ég segi að dómnefndinni vissulega vandi á höndum og því miður getum við ekki gefið henni langan umhugsunarfrest en þau hafa sjálfsögðu heyrt lögin. Og nú tekur hún sér tíma dómnefndin undir stjórn Styrmi Sigurðssonar og á meðan skulum við líta og kíkja á þau lög sem hafa orðið í fyrsta sæti síðan að söngvakeppnin byrjaði hér á Íslandi. Gjörið svo vel. Horfðu
dag, lífsgleðina sjálfa í brjóstið þér. Og láttu heyra að þú eigir ennþá trú og von. Leitaðu til mín, þá veistu svarið. Raddir snýst það að við höldum áfram, að við eigum aldrei neitt. Að við höldum áfram, eigum aldrei ég og þú. Skemmtileg lög. Þetta eru lögin sem hafa orðið á liðnum 8 árum í fyrsta sæti söngvakeppni sjónvarpsins og hafa sem sagt verið framlag okkar til úrslita keppninnar. En dómnefndin situr hér fyrir framan mig og hefur gert upp sinn hug og þá er ég að biðja bara oddvita dómnefndar Styrmi Sigurðsson að ganga hingað upp með niðurstöður. Klöppum fyrir Styrmi. Var þetta erfitt? Nei, dómnefndin er nokkuð ákveðin í sínu vali og þetta var svolítið nokkuð ákveðin úrslit. Nokkuð ákveðin úrslit, en eru þið sammála mér að þetta hafi verið allt frambærileg lög? Já, mjög svo. Mjög svo. Og nú, ég ætla bara að fá að taka við, nú er ég einu maður sem veit hvert er sigurlagið, þakka þér kærlega fyrir. Takk sem þig. Og þá er rétt að kalla hingað, þetta er vinningslagið. Og þá er rétt að fá alla flytjendur sem komi hér fram í kvöld í þessum 3 lögum og ég ætla að biðja þá að ganga í salinn undir dynjandi ljófaklekki, klappi ykkar áhorfenda hér í sal. Allir flytjendur. Koma hér bara fyrir aftan mig. Gjörðu svo vel. Og þá koma hér ballerínur og færa öllum flytjendum blóm. Framtíðar ballerínur sem afhenda blóm hér. Það eru flytjendunum. Það er Þóranna hér og Eva, Sigrún Eva og Þóranna, nei hérna. Það eru sætardúkkur. Þá hafa aðalsöngvarar þessara laga tekið við blómöndum og þá, hér er sigurlagið. Þingðu innan mig, það leikur ekkert á að vera með komið þessu úrslit. En þá þurfti ég einlega að biðja umslag frá dagskrárdeild sjónvarpsins. Komið tími til að afhjúpa og já, ætlar að koma hér unga dama. Það er alveg opbóðslega kærlega fyrir þetta. Gaman aðeins. Já, klappi nú fyrir ballerínunum. En eins og þið heyrðuð að þá voru allir höfundar með dulnefni og nú fæ ég hér nöfn þeirra og vil þá kalla þá sérstaklega fram. En fyrsta lagið hér sem við lesum hér að þessu blaði, það er Stopp, lagahöfundur og textahöfundur Anna Mjöll Ólafsdóttir. Þá er það Nætur, höfundur Friðrik Karlsson og textan gerði Stefán Hilmarsson. Þegar Friðrik að ganga fram. Nú, Stefán Hilmarsson er því miður ekki hér, Anna Mjöll gerði textan að sínu lagi og þá er það höfundur þriðalagsins Indæla jörð, Gunnar Þórðarsson. Texta við lag Gunnars gerði Ólafur Haukur Símonarson og hann gat því miður ekki verið, ég ætla bara að fá að kissa kvenhöfundin hérna alveg sérstaklega. Ég er búinn að taka hendur á þeim báðum og þá liggur ljóst fyrir hverju þessir höfundar voru, Anna Mjöll Ólafsdóttir, Friðrik og Gunnar. Og þetta eru þeir sem sömdu þessi ágætu lög. Ég veit að það eru margir sem bíða spenntir og ekki síst höfundarnir hér.
En textahöfundarnir, þeir Ólafur Haukur Símonarson og Stefán Hilmarsson gátu ekki verið með okkur en Anna Mjöll hérna alveg öllu sinni veldi. En þá ætla ég að kalla fram þann sem kemur til með að afhenda verðlaunin og það þetta dagskrárstjórinn okkar ágæti, Sveinbjörn I. Baldvinsson. Gefum hann okkur að klapp. Það er blæsaður. Þetta er sætt. Það verður ekki bara að rúlla ágætlega hjá okkur. Jú, undir með honum. Það ég. Ég allavega ákaflega lukkulegur með þetta. Ég hef náttúrulega helst vilja geta sendt öll þessi lög sko áfram. Já. En þá komið að því að afhenda verðlaun það ekki og ég ætla bara að gefa þér orðið Sveinbjörn minn og afhenda þér þetta umslag og þú opnar það þegar þið sýnist bara. Já, það er nú ástæða til þess að byrja á því að þakka ýmsum sem hafa lagt hönd á plóginn og þá ekki síst öllu þessu frábæra listafólki sem hefur tekið þátt í þessu fyrir okkur og með okkur og höfundunum auðvitað fyrir sitt framlag og dómnefndinni sem að eins og hemmi gat nú hérna áðan átti nú ekki hérna rólega daga við að reyna að velja á milli þessar ágætu laga. Nú og svo finnst mér nú alveg tilhlýðilegt að þakka Hemma líka fyrir að leyfa okkur að vera hér inn í hans þætti með söngvakeppnina sem að hérna tekur nú töluvert pláss. Það hefur alltaf verið tvennt sem að Íslendingar hafa fundið þessari keppni til foráttu og haft sko efasemdir það að hún væri okkur samboðin en jafnframt því höfum við haft ofsalega áhyggjur af því að við gætum ekki haldið keppnina af því að við myndum sjálfsagt að vinna hana einhvern tímann og það er típist íslenskt að líta svona á málin að telja ekkert sjálfsagðara en að vinna keppni sem að maður ætla kannski að taka þátt í á hálfum hug. En svo hefur nú raunin orðin önnur því að höfundar hafa sendt mörg skemmtileg lög og við höfum nú rifjað þau upp hérna í kvöld og ég held að það fari ekkert á milli mála að þessi lög lifa mjög góðu lífi með þjóðinni. Þau eru hluti af þeirri hversdags tilveru dægurlögin sem að við lifum í þessu landi og ef okkur finnst að þessi lög sé okkur ekki samboðin þá finnst okkur kannski bara tilveran sjálf sé okkur ekki samboðin og þá held ég við sé nú í vandræðum og komið nærri einhvers konar mannfyrirlitningu sem er nú ekki skemmtilegt. Og ég held að sjaldan hafi tekist jafnvel til með lögin eins og núna þó að sjálfsagt hafi hérna hver sína skoðun á því hvaða lagi ætti að bera sigur úr bítum. En ég tel öll þessi lög ættu skilið að komast til Dublin. En nú er ég nú búinn að hérna byggja upp þessa rosalegu spennu og ég sleppi þá hérna kannski seinni helmingnum bara tölunni. Og þá er komið að því að opna þetta umslag. Gerum við ekki að þyrla þess? Er það ekki rétt? Það er próf. Vinningslag í söngvakeppni sjónvarpsins samkvæmt úrskurði dómnefndar Reykjavík 23. febrúar 1994 er lagið Nætur. Það er innilega til hamingju. Það gangi ég vel. Það er ekki alveg allt búið. Það er ekki búið. Það er ekki búið, sko. Þú þarf að losa við blóminn. Þarna kemur eitt lag og viðurkenning fyrir lag og viðurkenning fyrir texta og loks verðlaunagripinu sjálfur. Þú eru bara að vera hérna með okkur á myndinni. Já. Það er Friðrik Karlsson. En síðan er meira, ég er nú svolítið svona eins og talandi postkassi hérna, ger ekkert annað en að hífa upp hér umslög, eitt af öðru. En hér er eitt umslag sem hefur að geyma sigurlaunin. Það er verðlaun til höfunda, lags og texta að upphæð 300.000 krónur. Gerðu þú svo vel. Og að lokum er hér annað umslag og í því er bevís upp á frekari styrk sjónvarpsins til að fullvinna sigurlagið og undirbúa þátttöku í keppninni í Dublin og það er upp á 1.200.000 krónur. Gjörðu svo vel. Innilega til hamingju og gangi svo vel.
þér alveg kærlega. Nú er að vera hérna hjá honum, Friðrik. Það er því ljóst að það er Friðrik sem hefur sigrað og textan við þetta lag hans gerði Stefán Hilmarsson og það er því rétt að fá að heyra núna eftir sigurlagið og ég ætla að biðja flytjendur að vera hér eftir á pallinum og óska Friðrik enn og aftur til hamingju meðan við göngum til hliðar og ég vil þá nota tækifæri að gera svo vel að ganga af palli fyrir framan dómnefndina með ykkur þar hressilega og já, bara flytjendur sigurlag sem að verða eftir hér á sviðinu. Við höfum eftir að heyra það. Ég vil svo að lokum þakka áhorfendum hér í sjónvarpssal, fyrst og síðast þeim sem að fylgdust með okkur land allt, dómnefnd og öllu því listafólki sem hér kom fram. Við hittumst eldhress að hálfum mánuði liðnum og fáum bara að heyra sigurlagið eftir Friðrik Karlsson, textan gerði Stefán Hilmarsson. Takk fyrir í kvöld, verið sæl. Sjónarönd,